Þegar heimurinn var nýskapaður, urðu menn brátt leiðir, því aldrei var nótt, aðeins endalaus dagur. Menn og dýr voru þreytt á steikjandi sólskininu. Brátt varð indjánum ljóst að Súrukúk varðveitti nóttina. Fræknasti höfðingi indjána gekk á fund höfðingja snákanna. Súrukúk tók honum fálega. Hann hafði engan áhuga á að skipta á bogum og nóttinni. Höfðingjarnir voru lengi að koma sér saman næsta tilboð sem Súrukúk yrði gert. Loks féllust þeir á hugmynd höfðingjans. Enn átti ekkert dýr hringlu sem skrölti. Súrukúk tók við hringlunni en varð ekki yfir sig hrifinn. Í skiptum vildi hann aðeins láta eina stutta nótt. Indjánahöfðinginn vissi vel hver Súrukúk óskaði sér. Hann myndi láta langa nótt fyrir krukku af eitri af því tagi sem indjánar bera á örvar sína. Nóttin var örstutt. Enginn fékk notið hvíldar og brátt hófu indjánarnir að búa til eitur. Þegar krukkan var orðin full, fór höfðinginn til Súrukúk. Menn og dýr biðu hans með óþreyju. Að þessu sinni fékk höfðinginn langa nótt. Með því skilyrði að hann opnaði sekkin ekki fyrr en heim væri komið. Til þess að höfðingja snákanna veittist tími til að deila eitrinu milli þegna sinna áður en myrkrið skylli á. En allur frumskógurinn vissi hvað höfðinginn hafði í sekknum á leið sinni heim.
Hinn bráðlyndi jagúar spillti öllu. Súrukúk tókst ekki að útdeila eitrinu. Þannig urðu snákar og ormar óvinveittir og hættulegir öllu sem á vegi þeirra varð. Og jagúarinn neyðist til að veiða að næturlagi, því á daginn skamman allir fyrir klaufaskapinn. En indjánarnir óttast ekki snáka. Þetta vita snákarnir og því halda þeir sig frá þorpinu.